Nauðsynlegt að setja stjórnmálamönnum siðareglur? Já, mega stjórnmálamenn þiggja laxveiðiferðir og í lagi að þeir láti ríkissjóð borga hótelkostnað fyrir sjálfa sig þegar stutt heim. Við ræðum þetta með þeim Sigurði Kára Kristjánsinni og Svandísi Svavarsdóttur hér rétt strax. Vísir sagði í síðustu viku frá veiðiferð 3 borgarfulltrúa eins ráðherra þáverandi formann stjórnar Orkuveitunar og fjármálastjóra Baugs í Miðfjarðará undir fyrirsögninni Stórlaxar veiddi í boði Baugs við upphaf Reimálsins. Síðan hefur komið fram að stjórnmálamennirnir 4 töldu sig vera í boði stjórnarformannsins og einn þeirra, Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra, segist hafa greitt kostnaði sjálfur. Stjórnarformaðurinn fyrirverandi Haukur Leósson sendi fjölmiðlum reikning sem sýndi að hann hefði greitt 480.000 fyrir veiðiferðina og staðfestir að Guðlaugur hafi endurgreitt sér. Sitt sýnist hverjum ferðir sem þessar og borgarráð fékk málið til umfjöllunar í morgun. Svandís Svavarsdóttir borgarfulltrúi Vinstri grænna og Sigurður Kári Kristjánsson alþingismaður eru sest hjá Þorfinni. Já, velkomin. Við skulum ekki hengja okkur bara í þessa veiðiferð því að það eru fleiri álitamál. En Sigurður Kári, samt fyrst, til dæmis Guðlaugur Þór heilbrigðisráðherra, hann vill ekki sýna fram á neitt reikning eða neitt slíkt sem sýnir að hann hafi borgað fyrir þessa ferð. Ætti hann ekki að gera það og þurfa hinir ekki líka að sýna með einhverjum afgerandi hætti hvað þeir vissu málið? Ég held að hann verði nú bara svona vega það og meta sjálfur. Ég í voðalega erfiðri stöðu til þess að meta það fyrir hann sjálfan. Það nægir mér að hann hafi upplýst það að hann hafi endurgreitt þessi veiðileyfi fyrir þessa veiði sem hann fór í og ég trúi þeim yfirlýsingum og hef engar ástæður til þess að vantreysta því að það sé rétt. En þá getur menn bara að nota þessi rök hvenær sem er? Jú, menn getur gert það, eins og ég segja, hann verður bara að vega það og meta hvort að þetta séu nægilegar skýringar eða ekki. Ég tel að fyrir mína parta að þá nægi þetta. Svandís, duga þessar skýringar þér og duga þær skýringar hinna að þeir hafi haldið að vera eingöngu í boði Hauks Leóssonar? Það finnst mér nú orka verulega tvímælis og ég staldra nú við það sérstaklega þegar Guðlaugur Þór talaði það að gæti skapað slæmt eða hættulegt fordæmi að hann opnaði sitt heimilisbókhald eða eitthvað slíkt, ég man ekki nákvæmlega hvernig hann orðaði það. En ég sé ekki að geti skapað hættulegt fordæmi bara að segja satt og rétt frá og segja nákvæmlega frá því hvernig hlutirnir voru og ef hann hefur ekkert að fela og ef hann á þessa bankamillifærslu þá ætti hann að geta sýnt okkur það og þjóðinni og mér finnst það bara að vera fordæmi sem væri til sóma fyrir hann á meðan að þetta er svona einhvern veginn bak við hurð og menn tala þannig að það verði að duga þeir segist hafa verið að þiggja gjöf eða vinargreiða þá finnst mér þetta ennþá vera svolítið óljóst og ég tók nú eftir því að nýkjörinn borgarstjóri segir ég verð að láta það duga þessar skýringar Björns Inga eða Vilhjálms en jafnframt að þá er það alveg ljóst að við þurfum að setja reglur sem að koma í veg fyrir það að við séum eða þarf að segja að kjörnir fulltrúar hegði sér þannig að það sé hafið yfir vafa. Ég meina það skiptir öllu máli vegna þess að við erum að fara með opinbert fé og opinberar eigur og við verðum að vera hafin yfir vafa með það. Já, eða ekki kannski grunnspurningin í þessu ef að stjórnmálamenn þiggja einhvers konar svona boð, verða þeir ekki einfaldlega að spyrja nákvæmlega hver er að borga, hver er að fá afslætti og hverjum og svo framvegis? Þeir geta ekki bara sagt ég skal fara í veiðiferðina og svo bara komið mikið við hver borgar? Jú, ég held þeir ættu að gera það og ég er almennt þeirra skoðunar að stjórnmálamenn eigi í krafti stöðu sinnar ekki að vera að þiggja svona boð. Síðan geta verið markalínur milli þess hvort að það er verið að bjóða þær hvort að einhver maður er að bjóða Svandísi sem vinkonu sinni eða sem borgarfulltrúanum Svandísi. Það er stundum kannski dálítið erfitt að greina þarna á milli. En almennt er þeirra skoðunar að stjórnmálumenn eigi ekki að þiggja boð eins og þessi og eigi bara að passa upp á það að þeir hættu sig ekki boðið heim að þeir séu að taka við einhverjum gjöfum sem að setja þá í óþægilega stöðu síðar. Ég vil aðeins ef ég má bara fyrirgeðu Þorfinnur út af þessu að þá var ágætis grein eftir Jóhann Hauksson í dag í DV þar sem að hann er að taka sérstaklega á þessum málum og vitnar þar til rannsóknarnefndar GRECO sem er sérstök nefnd sem er á vegum Evrópuráðsins sem skoðar spillingu í aðildarríkjunum og hefur sérstaklega verið að skoða þetta hér á Íslandi og niðurstaða þeirra nefndar varðandi íslenskt umhverfi er að sérstaklega vegna mikillar einkavæðingar undanfarin ár að þá skapist fleiri tæki
tækifæri eða tilefni til þess að það megi ætla spilling eigi sér stað og hugsanlega mútuþægni og Greco sem sagt vill leggja áherslu á það að við sköpum eða skýrari regluramma utanum þetta, utanum hagsmunaárekstra, utanum gjafir til embættismanna, utanum það þegar að einhver sem vinnur hjá hinu opinbera fer til einkaaðila og fer þá hugsanlega með þekkingu með sér og svo framvegis og ég meina þetta höfum við kannski ekki náð að halda nógu vel utan. Þekkið þið fleiri dæmi um svona gjafir eða boðsferðir eða eitthvað slíkt? Nei, ég veit bara, mér hefur aldrei verið boðið neitt og enginn sýnt því áhuga að bjóða mér í veiði eða neitt annað. En ég bara aðeins eitthvað minna, golf eða eitthvað slíkt? Nei, ég minnist þess nú ekki en mér hafi verið boðið í golf sem alþingismanni. En ég vil bara aðeins kommentera á þetta sem að Svandís sagði, varðandi Greco-nefndina og úttektir sem hefðu verið gerðar. Að þá það þannig að í þeim úttektum þá hefur komið í ljós að Ísland eitt af óspilltasta land í stjórnmálum í heiminum. Hins vegar alltaf spurning hvort að eigi að setja einhverjar siðareglur fyrir stjórnmálamenn og fyrir okkur sem að störfum í þessu umhverfi, þá það auðvitað óþolandi að það séu hugsanlega einhverjir sem að halda að við séum að ganga einhverja annara erinda heldur en samfæringu okkar og þeirra stefnu sem við erum að vinna að. Ég held svona að íslensk stjórnmál séu ekki það spill per se að þau þurfi. En þetta spurning upphæðir? Ég meina, munurinn á því hvort einhver býður þér kaffibolla, honum í golf eða einhverjum öðrum í lax við þessi 50, sko? Það verðum við auðvitað að meta hverju sinni en mér finnst mikilvægt að þetta sé ekki umtalsverðar upphæðir og ég meina ef við erum að tala um eitthvað sem að til að mynda gjafir sem að eiga að koma fram á skattframtali að þá auðvitað það eitthvað sem eru ekki kaffibollar og bara takk fyrir vatnið, gaman að því. Ég held að skipti verulegu máli sko hvort að þú ert í þeirri stöðu að staðin sem stjórnmálamaður verði einhvern veginn einkennileg og þú mátt fá það á tilfinninguna sko að sá sem að gera þér eitthvað greiða sko vilji fá eitthvað í stað. En ég verð að fá að botna þetta með Greco vegna þess að hér tala Sigurður Kári um það að Greco segi að við séum óvenjulega lítið spillt þjóð hvað þetta varðar. En Greco lýsir einmitt sérstökum áhyggjum af því að það komi lítið í ljós og vill segja að það geti hluta til verið vegna smæðarsamfélagsins, vegna þess að hér eru óvenjumikil kunningjatengsl og vegna þess að það getur komið frekar til dæmis ráðningar frænda og vina og svo framvegis. Já, til að mynda ráðning Þorsteins Davíðssonar, ég meina það bara mjög gott dæmi um smæð samfélags. Það ekki allt öðrum toga? Er það allt öðrum toga? Ég meina, ég velti fyrir mig kunningjasamfélaginu líka og hagsmunatengslunum í fjölmiðlum. Ég meina, eru fjölmiðlar færi til þess að fletta ofan af öllu og öllum tímum? Svandís, sko. Við erum að klára þetta að því að réttina áðan samgöngunefnd Alþingis sem fór á hótel hérna rétt við Reykjavík, líka þingmaður Vinstri grænna sem þingmaður Reykvíkinga, það alls geta að fara heim til sín með ekki. Mér langar að fá aðeins að koma inn á þetta og jafnvel Kínaferðir ráðamanna sem að kostuðu hugsanlega 10 milljónir. Já, ég get nú byrjað á þessu. Ég hef nú ekki sérstakar skoðanir á fundum eða ferðum samgöngunefndar. Þetta orkaði tvímælis eins og þetta var sýnt hér í sjónvarpinu áðan að menn væru örfá kílómetrar frá heimilinu sínu að gista á hóteli. Mér fannst það sérkennilegt, ég verð að segja það. En ef ég á að fara svo yfir í Kínaferðirnar, að þá fannst mér það greinilega að vera komið algjörlega úr böndunum og mér fannst menntamálaráðherra þar og þar eru að tala um ráðuneytisstjóra með maka, ráðherra með maka, að fara 2 ferðir með dagpenning og öll sem það kostar. Og eiginmaðurinn formaður landsliðsnefndar og 50 milljónir bara sér svona og mér finnst þetta allt saman orka verulega tvímælist og ég fagni því og gleðjist afskaplega með strákunum okkar og sé mjög stolt af þeim eins og restina af þjóðinni. Ég held að sé allir sammála það, við viljum ekki blanda því inn í þetta. En Sigurður Kári, ég meina, hefði ekki ráðherra þetta bara að fara sjálfur og láta makan borga og maka ráðuneytisstjóra borga? Þetta auðvitað alltaf matsættir. Var ég að vilja á ódýrasta flugmiða? Já, ég hugsa nú að það hefði verið gert, sko. Það greinlega ekki kostaði 600.000. Já, ég get ekki úttalað mig um það vegna þess að ég sá ekki um það að bóka þessa ferðir og veit í sjálfu sér ekkert um það á hvaða kjör. Jafnvel fyrri ferðin sem var bókuð með löngu fyrir var að kostaði 450.000 hver miði. Já, en það kostar líka mikið að fljúga til Kína eins og við vitum, en gott og vel. Það örugglega ekki ódýrasti klassi. Nei, en á ég að svara spurningunni. Ég tel að það hafi verið fullkomlega eðlilegt við þessar aðstæður að menntamálaráðherra færi aftur til Kína. Það er einstakt afrek hjá íslensku strákunum að ná í undanúrslit í hópíþrótta og ólympíuleikunum og mér finnst að stjórnvöld eigi að sýna þeim þann sóma að vera viðstödd þann atburð og ég vil líka segja það með makan eins og Kristján Arason að oft er það þannig að makar fara með æðstu ráðamönnum sínum í svona ferðir
og ég tel að það sama eigi við Kristján Arason í þessu tilviki sem fylgdarmann fulltrúa ríkisstjórnarinnar eins og gilti Dorit Musayev forsetafrú. Hún fór með Ólafi Ragnari og ég sé ekki að þessi neinn munur á hennar þáttöku á Ólympíuleikunum og þáttöku Kristjáns Arason. Sigurður Kári, Svandís, takk. Takk.